Góðan dag, við skulum líta á sýnidæmi 7.2 á blaði 7. Þetta var upprifjun gásseyðingu. En ég ætla að fá að hnýta hér aðeins við þetta tengingum við 0 rúm og myndvít, 0 liti og rang og hvernig við umritum, einbyttum okkur bara þessari sléttu hér, umritum þetta yfir á vigraform. Það er að segja að gefa stígajöfnu þessari sléttu. Vigraformið er stundum ákjósanlegra og ég ætla þá að setja upp hnitaásina í þrívít, x í seta. Þegar ég var í tvívítinni þá þurfti ég að finna 2 punkta til þess að ákvarða línu, en nú er ég í þrívít, það þarf ég 3 punkta til þess að ákvarða flöt eða sléttu. Þannig að ég má velja þá, bara handahófi, og það er þægilegt að velja x og y sem 0, það gefur mér að seta verður að vera -9. Segja að það sé punktur hér, þetta er 0,0, -9, þá varst að skýra hann eitthvað, a, svo fyrsti sévaldi, og svo getum við valið x-ið og setuna sem 0, þá er úrslonin 9. Það er bara hér, þetta er það punkturinn 0,9,0, skýri hann b, og svo get ég valið úrslun og setu sem 0 og þá fæ ég x jafnt og 9. Þetta er svona oft fljótlegasta leiðin. Hér setja punkturinn c og hann er hitinn 9, 0, 0. Svona. Og hér er allt skýri þessi punkturinn 0, 0, 0, 0,0,0. Það sem að ég vil gera er að búa til stígajöfnu x. Ekki verra að kalla þetta bara stöðuvegur, en hann er breytilegur. Ég þarf að velja einhvern nýjan upphafspunkt af því ég fæ hérna sléttu. Segjum ég velji að a sé upphafspunktur. Svo þegar við tölum upphafsgildi, það er ekki endilega eini punkturinn á ferli. Þið fáum upphafsgildi en það gefur okkur upp stað til sem við. Það segja að a sé upphafsgildi eða upphafspunkturinn í þessari sléttu sem að svara til þessara jöfn. Þannig að jafnan fyrir stígajöfnina verður að vera einhvern veginn svona. Það er þá OA farað þangað, það er fast. Og svo þarf ég að smíða með vigra. Ég þarf að smíða með 2 færsluvigra og fyrst ég valdi O fastan þá verði ég að taka hérna svona. Þetta eru vigrarnir AB, þetta er færslan frá A til B og þetta er færslan frá A til C. Svona. Síðan vil ég geta framlengt þennan vigur að vild og þennan vigur að vild. Þannig að vigrarnir er einhvern veginn, kannski þau tæki sem að Evklíð hefði viljað þegar hann sagði á milli eða 2 punktar á hverða strik, og hér er þægilegt að tala um stemt strik sem síðan má framlengja að vild. Skala það til. Hún verður að vera á þessu formi hér, einhver frjálsbreyta, segjum sínum AB pluss frjálsbreyta 2 sinnum AC. Og kannski bara til þess að klára þá verðum svo sem ekki lengi að þessu. Við setjum inn OA, horfum bara á það, þá horfum ég á punktinn, breyti honum í stöðuvegur. Hann hefur þá leiðina 0, 0, -9, stöðuvegur. Og nú erum við komið með nýjan stað til að leggja frá. Og þá fáum við T1 og AB er lokastaða mínus upphafstaða. Fer frá A til B, þá segjum við 0, -0, það er 0. Og færslan hérna eftir í-ásnum er frá 0 upp í 9. Og lokastaða mínus upphafstaða hér í AB er 0, -9. Svona. Kemur ég sem ekki fyrir. Svo hérna skalari. Og AC er þá fyrir frá A til C. Lokastaðan í upphafstaða 9 - 0 eru 9. 0 - 0 eru 0. Og 0 lokastaðan í upphafstaða í þriðjuvítinni er 9. Nú þarf þetta að velja styttri vigra fyrir þessa hérna. Taka 9 út fyrir vigur í báðum tilfellum.
og þá fáum við 9t1 og 9t2 og við getum það alveg kallað bara C1 og C2. Ég vil að skrifa orðliðruðu lausnina, það er hún sem gefur alla sléttuna. Ég vil að skrifa hana á undan, segja bara frekar C1 sem er þá til að skrifa það högsta hjá mér. Það eru 9 sinnum til og hafa það frekar 0, 1, 1 og 9t2 er þá kannski C2, þá er ég með vígvælinn 1, 0, 1 og svo kemur þessi fasti. Ég get ekkert átt við hann. 0, 0, mínus 9. Og svo bara þessi hugtök. Hér höfum við xh og þetta er xp. Notum xh fyrir það sem gefur jafnvægislausn. Við stingum þessu inn í fylkið sem er núna bara svona. 1, 1, mínus 1 x í z 9, 0, 0. Við erum bara að breyta þess einu jöfnu fylki og svo er allt í 0. Akkurat þessi hugmynd skiptir okkur máli þegar við þurfum að skoða eigingildin og við viljum bara vita hvernig við getum snarlega umritað svona. Við stundum kallið bara kartesísk jöfna eða veljajöfna og þetta eða þá tilsvarandi vírajöfna. Og þetta er auðvitað x í z. Þetta er bara styttra form fyrir það. Setjum þetta hér inn, bara þessa 2. Þá fáum við alltaf 0 lausnina og setjum þennan inn, þá fáum við 9. Þetta er til að stróka þetta út og halda áfram með það sem til stóð. Þá skulum við koma aftur hér að. Ég vil finna x, y og z sem gefa nákvæmlega þessa hægri lið því að setja þið hérna inn í vinstri liðina. Ég ætla að byrja á því að gera þetta þannig að ég hugsa bara þessar tvær, veit ekkert að þessari. Og þá kannski best að taka það fram að þannig á ekki að gera það. Og skulum við síðan sjá af hverju. Þess að ég ætla bara að einbeita mér að þessum tveimur fyrst og ég ætla til dæmis áttfalda þessa hér sem er í fyrstu hæð eða fyrstu línu, læt þess að vera og dreg svo frá lóðrétt. Ég breyti ekki ef að skjóta því inn. Þessi einn hérna þýðir að þetta er efsta línan. Þannig að ég fæ þá 8x plus 8y mínus 8 setur. Þetta er 72 og svo skrifa ég bara þá sem var hérna í næstu efstu línu plus 6 setur og mínus 6. Svo draga við frá. Og þá fæ ég 8x mínus, skrifa bara 0y, mínus 2 setur, jafnt og 66. Og ég ætla núna að hugsa þessa hérna og þessa hérna saman. Þess vegna skulum segja, gera þetta í þessari röð, hef sem sagt nýtt kerfi og tek núna þessa með. Mínus 2x plus 4y. Mínus 6 setur, jafnt og 40. Svo lít ég upp og ég sé. Þarna eru 2 jöfnur en 3 breytur. Ég vil enda með 2 jöfnur og 2 breytur. Þannig að þetta er ekki góð hugmynd. Hvað myndi ég þurfa að gera næst? Já, ég myndi þurfa að eyða á einni breytunni hér og halda svo áfram. Þannig að við þurfum að hugsa þetta allt saman í heild sinni. Nú ætlum ég að stroka þessa slæmu aðferð út og aðeins að velta fyrir mér hvað það er sem við eigum að gera. Við þurfum að hugsa þetta svona. Að hér höfum við eitthvað sem við lítum á sem eina heild. Við ætlum að leysa kerfið í heild sinni og við ætlum að velja eina jöfnuna fyrst sem við ætlum að hafa aukastofa fyrst og við þurfum að eyða úr hinum jöfnunum, segjum öllum x-unum. Auðvitað er líka hægt að segja allt í lagi. Ef við höfum valið þessa jöfnu hér, þá verðum við að eyða fyrst öllum í-unum. Já, og svo hér. Það er verið með eitthvað fylki hérna, eins og þetta var í 1, 1, mínus 1,
0, 8, 6, mínus 2, 4, mínus 6. Hér vigurinn x í z jafnt og 9 mínus 6 og 40. Ef við förum ef við viljum víxla, láta í-in koma hér fyrst og skrifa x-in alltaf upp í miðjunni. Það er að segja við ætlum að víxla á dálkum. Það er það sem við ætlum ekki að gera. Þá myndum við setja þennan fyrst 1, 8, 4 og svo 1, 0, mínus 2, mínus 1, 6, mínus 6. Þá þurfum við að passa að víxla þessum líka í x, z, jafnt og 9, mínus 6 og 40. Það er allt í lagi ef við vitum bara af því. En hugmyndin hjá okkur verður einhvern veginn svo að velja að við hreyfum ekki við þessu. Það er að segja að við víxlum ekki á dálkum, nema það sé alveg óbáslega notalegt að gera það. En þá munum við eftir að við erum að breyta hér uppröðunni á því sem við viljum finna. Í x og z er þessi. Þess vegna er tekin þessi ákvörðun eða sameiginlega ákvörðun það að við megum víxla á línum. Alltaf að víxla á línum, það breytir ekki, sem sagt ef ég skrifa þessa línu efsta og þessa svo númer 2 og þessa númer 3, þá erum við með mínus 2, 4, mínus 6, nei ég ætla að það var númer 2 efst, það skiptir einhver máli, 0, 8, 6 og svo sem var númer 3, hún er núna komin þessi línu númer 2, mínus 6 og svo sem var efstu komið neðst 1 mínus 7. Það við sjáum að röðin á x, y og z breytist ekki neitt. Ég það náttúrulega þá mun eftir að laga þetta hérna þegar ég er búin að færa línurnar allar til. Mínus 6 er komið efst, mínus 2, 4, mínus 6, þá þarf ég á 40 hérna og 1, 1, mínus 1 neðst, þá er 9 komið hingað. Þannig að það sem ég er að reyna að segja er að þetta verður ein af reglunum eða leiðbeiningunum, getum við kannski sagt fyrir gásseyðingu að það er allt í lagi að víxla á línum og ef við ætlum að víxla á dálkum sem er nú kannski ekki endilega alltaf minnst á einu sinni þá er það alveg hægt en þá bara munum við eftir því að við breytum þessu hér. En ef það er almennt samþykki fyrir því, víxlum ekki á dálkum, þá þarf ekki að skrifa x, y og z heldur er skrifað svona aukið fylki, hér er bara jafnaðarmerkið og útkomufylkið er útkomuvegurinn, útkoman, hún er bara höfð, það er vor, nú sem þetta á hefnum, svona, 9 mínus 6, 40, þannig að það er engin hætta, það er valdi neinu miskilningi ef við taka það bara frá að víxla aldrei á dálkum. Fínt er. Og hvernig verður reglurnar þá einhvern veginn að vera? Við hugsum þetta allt saman í heild sinni. Við veljum að eyða öllum stökum hér undir fyrstu breytu og þá höfum við myndað, hefur okkur tekist að mynda jafngilt jöfnunheppi þar sem við einbeitum okkur bara að tveimur línum með tveimur breytum. Og svo bara með þrepun, þá eyðum við, veljum aðra línuna, þessa eða þessa, og eyðum öllu sem undir henni er, við eyðum einni breytunni úr öllum þeim sem eftir standa og þá fáum við jöfnukerfi sem að inniheldur einum færri línur og einum færri breytur. Og þar með endum við með þrepun með eina línu eða eina jöfnu og eina breytu. Þetta er góð hugmynd. Þannig að nákvæmlega þetta sem við gerum, þegar allir orðnir sammála þessum reglum þá skrifum við fylki bara svona. Við ætlum sérst aldrei að víxla á dálkum. Mínus 6 og 40. Og reikniritið verður þá nákvæmlega svona. Fyrir 3 jöfnur og 3 breytur. Skulum setja til þess að minna okkur á 0x. Eyðið stölunum úr annarri og þriðju jöfnu með því að nota
fyrstu jöfnu. Þetta hérna stakk er þá kallað vendistak fyrir fyrsta dálk. 2. Eyðið í úr þriðju jöfnu með því að nota aðra jöfnu. Þetta hérna stakk sem hefur sæti 2, 2 er þá vendistak fyrir dálk 2, línu 2. Þegar það er búið þá höfum við efra þríhyrningsfylki. Þannig að þriðja skrefið er, við höfum hérna jöfnu sem er einhver tala sem seta, jafnt einhver tala og við getum fundið setu. Þannig að við setjum það gildi inn í jöfnu númer 2. Það gefur okkur hvað íð. Síðan setjum við setuna sem við erum búin að finna og íð sem við erum búin að finna inn í efstu jöfnu og það gefur okkur exið. Þetta heitir að reikna með endurinnsetningu. Og svo þurfum við reglur sem eru kallað Gauss-eyðingarreglurnar til þess að framkvæma reikniritið. Þær eru svona. Gauss-eyðingarreglurnar. Leyfilegt er að 1. Víxla á línum. Og hér eru línurnar, jöfnurnar. 2. Margfalda í gegnum línu með fasta en ekki þó 0. Og þriðja reglan, 3. Leggja má eina línu við aðra. Þetta er allt og sumt. Við þurfum bara að fylgja þessum 3 reglum. Við erum með reikniritið á hreinu. Nema að stundum er þetta skrifa bara sem 2 reglur. Það er að segja við tökum atriði 2, atriði 3 saman í eina. Það þýðir að bara margfalda má í gegnum línu með fasta og leggja við aðra línu sem hugsanlega líka búið að margfalda með fasta. Þetta er jafngilt. Jæja, þá skulum við Gauss-eyða og þetta er þá verkefnið. Ég ætla að eyða fyrir neðan stak í sæti 1, 1. Ég ætla að vendistak eða meginstak. Ég fæ þá nýtt jöfnunheppi sem er línu jafngilt í fyrra. Ég byrja bara að skrifa upp fyrstu línu og hún kemur óbreytt fyrir jafnaðmerkið og 9 og lína 2, henni verður ekki breytt. Það er 0 þar fyrir. Ef ég tvöfalda hér og legg saman þá fæ ég 0. Þannig að hér ef ég segi tvisvar sinnum lína 1 lögð og í línu 3 þá er það ný lína 3. Hér fæ ég 0 og svo reikna ég bara 4 pluss 2, 6 og mínus 4, mínus 6, mínus 2 er mínus 8. 40 pluss 18 er 58. Svona. Næst voru stakk í sæti 2, 2. Ég og eyða þessu. Nú finnst mér allavega þægilegt að deila í gegnum línurnar sem ég er að vinna með. Þessar er með 8 og þessar er með 6 og fá þá 1 og 1. Þannig ég ætla að byrja á því. Ég ætla að staðla línurnar. Það fyrsta sem ég geri er að deila með 8 í línu 2. Það verður ný lína 2 og svo ætla ég að deila með 6 í línu 3 og það verður ný lína 3. Og ég er 0, 1, 6 áttundu, það eru 3 fjórðu, jafnaðarmerkið og hér mínus 6 áttundu, mínus 3 fjórðu og sama hérna, fæ 0, hérna ætla ég að deila með 6, fæ 1, deila með 6, fæ mínus 6 áttundu sem eru mínus 4 í þriðju og 58 deilt með 6 er 29 deilt með 3, 29 frumtala þannig að 29 deilt með 3 þannig að það styttst ekki út og skrifa svo efstu línuna óbreytta. Svona. Nú er þetta vendistak. Ég var komið það svo kallað
rutt stallaform, svona, enda með efra þrínisfylki. Nú þetta beint af augum og ég get bara sagt mínus lína 2 pluss lína 3, það verður ný lína 3. Það skrifa bara línu 2 upp, svona, mínus 3 fjórðu. Og nú ég og þá vil ég segja sem sagt mínus 2 pluss 3, get bara bent á stökin línu 3, sagt það, mínus staki frá hann, 1 mínus 1 er 0, mínus 4 þriðju, mínus 3 fjórðu, samnefnaran er 12, þannig að hér lengi ég með 4, fæ mínus 16, hér lengi ég með 3, fæ 9, þá er ég með mínus 16, mínus 9, fæ mínus 25, 12, hérna, þessi mínus þessi, það er plústala, þessi er 29 þriðju pluss 3 fjórðu, samnefnaran er 12, hér lengi ég með 4, 29 sinnum 4, eru 120 mínus 4, það er 116, hérna, lengi með 3 með 9, 116 pluss 9, þetta eru 125, 12. Hér er 0. Nú ætla ég aðeins að bregða út af kerfinu, heila bara til þess að sjá, og svo aðferð er kennd við Gauss Jordan, hann hafi verið franskur Jordan, þetta segir maður vel ekki Jordan. Hérna var einn, en akkur ekki bara að eyða þessum líka. Þá þarf ég ekki að nota endurinnsetningu, en ég ætla að gera það. Þá ætla ég sem sagt að mínus lína 1, nei 2, lögð í línu 1, það verður ný lína 1. Þannig ég get hort á línu 1, stækki línu 1 og það er beint niður og sagt mínus. 1 mínus 1 og skrifa svo að línu 1 er 0. Mínus 1, mínus 3 fjórðu. Mínus 7 fjórðu, stakki línu 1, mínus stakki línu 2, 9 mínus mínus, þetta eru 9 pluss. 9 pluss 3 fjórðu, 36, ég vil lengi með 4, 36 fjórðu pluss 3 fjórðu, 39 fjórðu. Svona, hvað gerum við næst? Þá er það svona svona pústi. Já, ég vil ekki standa í 1, þannig ég margvelda gegnum þessa línu með margveldurum hverfunni sem er mínus 12/25. Svona, staðla sem sagt. Næstu línuna, mínus 12 á móti 25 fyrir línu. Sem lína 3 verður ný lína 3. Með 0, 0 og 1. Ég margvalda þetta hér með mínus 12 á móti 25, þá styttist úr 12 og 125 á móti 5, nei 25 eða 5 og það mínus á því. Það er þægilega tölur. Svona, og svo ætla ég ekki að gera meira, ég ætla að skrifa hitt upp óbreytt. 1, 0, mínus 7 fjórðu, ég ætla að laga þennan, skakkagrið. Og línu 2, 0, 1, 3 fjórðu, mínus 3 fjórðu og 39 fjórðu. Og nú get ég eitt þessum tveimur fyrir ofan. Þetta er allt líka gilt. Við segjum þá, ég sé alltaf hérna, því ég með staðlað vendistak, með hverju á margkvalda línuna, stakið línuna sé alltaf
eyða. Sem sagt, ég sé alltaf með hverju ég á margfalda vendistakið, ég sé það hér. Þannig ég segi bara beint -3/4 sinnum lína 3 lögð, plús lína 2, skrifa það alltaf óbreytt, verður lína 2. Þannig að ég breyti ekkert næstu línunni, hún er komin. Ég sé að Z er -5. Og svo gengur þetta fyrir sig svona. Kerfið segir lína 2 mínus stökinni línu 3 lóðrétt, þessi mínus þessi 0 og 1 mínus 3/4 0 er bara 1. Sjá núna að ef ég reyni að hreyfa aldrei við þessu þá fæ ég alltaf það sem komið er óbrenglað. Jæja, og svo segi ég 3/4 mínus, 3/4, það var akkurat til þess að sáð. Og þá er það bara þessi hérna sem það þarf að spá í. Og ég á að segja þessi hérna, línu 2, mínus 3/4 á þessu stæki. Það er þá 3/4 mínus 3/4 mínus plús mínus 3/4, þá plús 15/4. Já. Þá er ég með 12/4. Það er 3. 12/4. Svona. En þá er best að klára bara. Hvað ætla ég að gera? Nú ætla ég að eyða þessu. Ég sé þá að ég þarf að margfalda þetta hérna með samlagningar andhverfu -7/4 sem er 7/4 og leggja við. Ég sé 7/4 lína 3 lögð onni línu 1 gefur mér nýja línu 1 og hérna get ég skrifa þessi 2 óbreytt og ég var 85 hér, þannig að ég þarf bara að reikna þessi, já. Sko, nú þarf ég að reikna þessi hér pluss 7/4 því stendur hér. Og skrifa þetta niður. 39/4 pluss 7/4 af mínus 5. Þetta verður 39 mínus 35 sem eru 4/4 sem er 1. Og það var þetta notalegt. Og þá sjáum við að setan er mínus 5, y er 3 og x er 1. Sem sagt kerfið er núna, ég skrifa efstu línuna, þarna stendur 1x pluss 0 y pluss 0 setur, þetta er 1. Næsta lína 0x pluss 1 y pluss 0 setur, það er 3. Og þriðja línan 0x pluss 0 y pluss 1 seta, það er mínus 5. Það er að segja lausnavígurinn x y seta er 1, 3, 5. 1, 3, 5. Aðeins að prófa. 1, 3, 5. Nei. Mínus 5, það er á guðlan mínusinn. Mínus 5. 1 pluss 3 eru 4, pluss 5 eru 9. Og hérna við setjum í 3 í huganum, 3 er 8, 24, mínus 30, mínus 6. Þetta er rétt.
punktur, ef að segja, slétturnar skerast allar í þessum punkti, eða þetta er stöðuvegu punktsins. Við getum sagt bara líka að slétturnar skerast í punktinum 1, 3, -5.